20. desember. Bjúknakrækir komin til byggða og búinn að gefa í skóinn. Hann ekki mikið fyrir strætó eða rútu og nennir ekki alltaf að labba. Hann vill helst af öllu ferðast á reiðhjóli og Fannafeykir lagaði hjólið hans svo vel fyrir mánuðinum að hann getur hjólað alveg öruggur á því. Enda hann alltaf með flotta íslenska fánahjálminn sinn og húfuna ofan á honum, en hvar á hann að hjóla? Hann veit að fullorðnir mega hjóla á götunni innan bílana, en fyrir börn og jólasveina vissara að halda sig á gangstéttum og stígum. Hann finnur löggu og stoppar hana. Hvar má ég hjóla? Spyr Bjúknakrækir. Þú mátt helst hjóla á hjólastígum og blönduðum stígum, en ef slíkir stígar ekki nálagt, þá máttu hjóla á gangstéttinni. En þá þarft að passa þig svakalega vel þegar þú hjólar fram hjá fólki. Bjúknakrækir þakkaði löggunni fyrir upplýsingarnar og hjólaði af stað. Hann var orðinn of seinn á jólaskemmtun í skólanum og vildi alls ekki missa af því að dansa í kringum jólatréð og kannski næla sér í nokkrar smákukur. Hann fann engan hjólastíg í þetta sinn, svo hann hjólaði eftir gangstéttinni og af því að hann var að flýta sér svo mikið, þá hjólaði hann aðeins og frætt. Vei! Hrópar gömul kona þar sem hún dettur í jörðina eftir að jólasveinn hjólaði á hana. Ó, fyrirgefðu! Hrópar Bjúknakrækir. Ég ætlaði ekki að hjóla á þig. Ég fór líklega of hratt. Sem betur fer var konan ekki mikið slösuð, en henni var talsvert brugðið þegar hún sá að jólasveinn hafði hjólað hana niður. Þú verður að hjóla varlega innan gangandi fólk, sagði konan. Og passaði ég viti að þú ert að koma, til dæmis með bjöllunni. Það var lítil flott bjalla á hjólinu sem Fannafeykir hafði gefið honum fyrir í desember, en Bjúknakrækir gleymdi bara nótana. Fyrirgefðu innilega, sagði Bjúknakrækir aftur, leið og hann hjálpaði gömlu konunni á fætur. Ég lofa að fara varlegar næst. Bjúknakrækir hjólaði af stað, hægar en áður, og kom of seint á jólaskemmtunina. Ef hann hefði hjólað á réttum hraða, þá hefði hann ekki hjólað niður gömlu konuna og hefði mætt tímanlega á skemmtunina. En hann misti bara af fyrsta laginu og gat því tekið þátt í næstum allri skemmtuninni. Og meira að segja var búið að taka frá nokkrar smákökur fyrir hann. En hvernig eigum við að hjóla innan gangandi fólk?